Við að kíkja næst á hvernig hægt að bregðast við minnihlutaárásinni. Við byrjum á stöðu úr skák Alexander Onisiuk og Lenjar Dominguez. Og hvítur á leikið þessari stöðu hér og hann leik eðlilegasta leiknum B4, hefðbundin minnihlutaárás, plan hvíts að leika peðinu sínu á B5, búið til veikleika á drottningvagnum. Og nú kannski gott að stoppa að hugsa aðeins hvernig svartur ætti að bregðast við þessu. Svartur ákveða að leika riddari D til F6 og styrkja riddarinn sinn aðeins betur hérna á E4. Hvítur leikið þessari stöðu riddari E5, kannski örlítið ónægkomin leikur. Ég hugsa að besti valmöguleiki hvíts var að leika strax í þessari stöðu B5, reyna að búa strax til veikleika og við þekkjum það ef hvítur fari að drepa hér þá er svartur með bakstætt peð á C6 og ef svartur drepur hér þá myndast veikleikar á D5 og B7 en svartur gerir líklega best í því að leika bara peðinu áfram í þessari stöðu og þá breytist staðan eiginlega úr þessari peðastöðu hér sem við köllum stundum Karlsbad peðastöðuna yfir í öðruvísi peðastöðu þar sem að svartur fær stakt peð á miðborðinu og reynir eins og hann getur að valda það og jafnvel að leika því áfram á meðan hvítur reynir að blokkara peð helst með riddara. Hvítur stendur aðeins betur hér. En eins og ég sagði, hvítur valdi að leika riddari E5 og það er svona smá tæknilegt vandamál við þann leik að af því að svartur er með pressu á E5 riddaran þá er D4 peð svolítið bundið við að valda hann riddara. Þannig að þetta D-peð getur ekki drepið á C5, sjáum það síðar. Svartur drap núna á C3 og lék síðan hinn riddaranum á E4 og hvítur vildi ekki fara í uppskipti á E4, hann vildi ekki gefa biskupinn sinn, þannig að hvítur bakkaði með drottninguna og svartur lék þó G6. Og nú er kannski gott að stoppa og spyrja sig af hverju getur ekki bara hvítur drepið núna á E4 og unni peð? Jú, það eru tvær ástæður fyrir því. Fyrsta lagi, biskupinn kemst út á F5, hóta drottningunum hróknum og í öðru lagi, F6 vinnur manna því að riddarinn er leppur. Þannig að hvítur ákvað að drepa ekki á E4 heldur leika í staðinn hrók og C1. Aftur er gott að spyrja sig af hverju ekki núna B5. En þá nýtir svartur sér stöðu riddarans á E5 eins og vorum að tala og leikur C5 og ef þetta er drepið þá fellur riddarinn óbættur og ef hvítur drepur ekki þá getur svartur sjálfur leikið C4 og klára síðan liðskipurinn með að koma biskupnum á F5. Svartur stendur vel. Þannig að hrókur F til C1 var það sem hvítur gerði, svartur leik þá biskup F5, þá kom hrókur B3, tekur svona hrókin af þessari skálínu hérna. Svartur leik þá A6, bara til að stoppa betur B5 leik hvíts, þá kom A4 og núna riddari D6. Og þetta er svona eina af þessum lykil varnar hugmyndum þegar maður er að bregðast í minnihlutaárásinni að hafa riddarann á þessum reit. Því að hann valdar eins og við sjáum B5 reitinn, hann valdar C4 reitinn, hann kemst á E4 og hann valdar biskupinn á F5. Hann gerur svo margt, mjög vel staðsettur. Hvítur ákvað að drepa hérna á F5 og í þessari stöðu lék hvítur H3 og eins og við sjáum svartur á ekki neinum vandræðum, riddarinn fer bara á D6, hann stoppar B5 leikinn og hvítur kemst ekkert áfram með góðum móti. Ef hvítur hefði ætlað að reyna eitthvað þá hann geti reynt riddari D3 bara til þess að koma riddaranum af E5 reitnum en svartur hefði þá leikið bara riddari D6 og valdar B5, hvítur getur ekkert leikið B5 og riddarinn getur síðan valið hvort það vilja hoppa á C4 eða eitthvað þannig setna í skákinni. Það er kannski ágætt að stoppa líka eins hér og spyrja sig af hverju leikir ekki hvítur bara B5 núna vegna þess að hann valdar C5 reitin vel. En ef hvítur leikur B5 núna þá er svartur mjög skemmtilega svona taktíska lausn sem er kannski gott fyrir ykkur að þekkja í stöðutypum sem þessum í minnihlutaárásinni. Svartur gerir best í að drepa B5 og leika núna C5. Mjög sniðuleikur og við sjáum að hvítur drepur með peði þá fellur riddarinn á E5 og ef hvítur drepur með drottningu þá nýtir svartur sér bæði vandræði hvíts hérna á fyrstu reitaröðinni og stöðu riddarans á E5 með því að drepa C5 og ef hvítur drepur með peði eins og áðan riddarinn fellur og ef hvítur drepur með hrók þá kemur hrókur A1 sem endar með máti. Þannig að B5 gengur ekki og það útskýrir kannski af hverju hvítur leik H3 í þessari stöðu en eins og ég segi það er ekki kraftmikill leikur, svartur leikur bara riddari D6 og valdar allt og hvítur kemst ekki áfram með minnihlutaárásinni hér. Eina leiðin var þá að koma riddaranum til dæmis yfir á A3 til að styðja við þetta en það er allt of hægfara og í svona stöðu þegar svartur er búinn að tryggja vörnina sína á drottningvagnum þá getur svartur fara að sækja sjálfur á kóngsvagnum. Til dæmis með að ýta peðanum á stað eða koma hrókunum yfir á kóngsvanginn. Við sjáum það betur síðar. Kíkjum á næsta dæmi og þá förum við yfir í þessu stöðu hér
Og þetta staða úr skák Lajos Portis gegn Garri Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í skák. Og í þessar stöðu á svartur leik, og ef að hvítur ætti leikið þessar stöðu þá geti hvítur alveg hugsað sér að leika leik eins og biskup drepur C7 og svo B5, og ef hann næði því þá er peði leppur og hvítur getur fylgt þess eftir með hrókur C1 og sett pressu á bakstæða peði á C6. Svartur vill ekki leyfa það, þannig að svartur leik mjög sniðuleik í þessar stöðu. Biskup D6 býður upp á uppskipti á biskupunum, og eftir biskup drepur D6 þá drap hann ekki tilbaka með drottningu, sem er auðvitað ágætur leikur, heldur lék hann í staðinn riddari B5 sem er millleikur, gaffall á drottningu og biskup, og eftir að drottningin fór yfir á B3 þá drap hann tilbaka með riddara og er þá komið með sömu stöðutípu og voru með áðan í skákinni hjá Leonard Dominguez. Riddarinn á D6 valdar þessa mikilvægu reiti, og hvítur kemst, eins og ég sagði áðan, ekkert áfram í góða móti. Hvítur reyndi A4, þá kom A6, svartur valdar B5 reitinu alveg kyrfilega, þá kom riddari E5 og svo fór bara svartur að gera það sem hann vildi gera á drottningvagnum. Drottning G5, kongur G7 bætir stöðuna jafnt og þétt, hrókur E6, tvöfaldar, F6, G5 og svo framins. Hvítur ekkert búinn að gera neitt á drottningvagnum á meðan og svartur heldur áfram í rólegheitum og svartur vann skákina á endanum. Þannig að mjög lærdómsríkt hvernig einn riddari hérna getur stoppað allt sem andstæðingurinn er að gera. Þriðja dæmi sem við sjáum úr skák með Vladimir Kramnik. Þessi skák dálítið merkileg. Kramnik var með svart í þessari skák gegn Predrag Nikolic, og þessi skák var ekki hefðbundin skák, heldur var þetta blindskák sem gerir hana kannski ennþá merkilegri. Rennum yfir skákina í heild sinni því að það er lærdómsríkt að sjá hvernig Kramnik með svart nær að stoppa allt spil hvíts í þessari skák. D4 riddari F6, C4 E6 og við fáum fljótlega upp drottningabragð sem að breyta síðan yfir í hálfslavneska vörn og síðan aftur yfir í hefðbundi drottningabragð hér. Hvítur leik hérna E3 og þá kom biskup F5 og þetta er alltaf sniðuleikur hjá Kramnik vegna þess að hvítur var að fara að leika biskup D3, þannig að svartur fær uppskipti á þessum biskupum sem eru venjulega góð fyrir svartan. Í þessum stöðutípum má losna við hvítritabiskupana. Þá kom riddari D7 og stutt hrókun og þetta er mjög róleg stað eins og við sjáum, hrókur B1, og við þekkjum hugmynd hvíts í þessar stöðutípur. Hrókur B1 til þess gerður að ná að leika B4 og B5, þannig að þetta er svona undirbúningsleikur. Og hvernig á svartur að stoppa þetta? Við vitum það ef svartur býður aðgerðalaus og hvítur fær að leika B4, B5, þá hefur hvítur betri stöðu og svartur með einn veikleika og hvítur engan. Þannig að Kramnik reynir að stoppa þetta og leikur A5, sem er mjög góð leikur. Nú er erfitt fyrir hvítan að ná að leika B4, hann þarf að undirbúa það, þannig að hvítur leik A3. Þá kom mjög góð leikur hjá svartum, riddari E4. Fyrstu sín lítur þetta út fyrir að vera afleikur, þegar riddarinn er bara valdar einu peði á meðan hvítur með drottning og riddara hóta. En ef að hvítur drepur núna hérna á E4, þá drepur svartur tilbaka með peði, gafflar drottningu og riddara og hótar auk þessi leiðinni biskupnum á G5, þannig að eftir drottningdrepur þá vinnur svartur mann, og ef að hvítur reynir að drepa hérna fyrst með millileik þá drepur svartur bara tilbaka og heldur vald á peðinu og áfram gaffall á þessa tvo. Þannig að hvítur getur ekki drepið á E4, þannig að Nikolic drap á E7 staðinn, drottning drepur og valdar riddarinn á E4 og núna B4. Og nú má segja að minnihluta árásin sé komin af stað, planið er auðvitað eins og við vitum að leika B5, en Kramnik er fyrir til og leikur sjálfur peðinu sinni á B5 og stoppar núna alveg minnihluta árásina. Eini mögulegi gallinn við þennan leik fyrir svartan er að við sjáum að þetta skilur peðið eftir á C6, bakst þetta opinni línu. Lítur ekki vel út, en plan svarts er að stoppa upp í C-línuna með að koma riddara á mjög góðan reit, þannig að reit hérna á C4. Sjá hvernig Kramnik gerir það. Hvítur leik drottning C2, þá var drepið á B4 og riddari D6. Alltaf kemur þessi riddari á D6 og nú sjáum við að hann kemst inn á C4. Hrókur B3, riddari B6 og nú er með þess að svartur með báða riddarana sem komast á C4 og hinn riddarinn getur farið á A4 ef það þarf. Ef við sjáum að C6-peðið er ekkert sérstaklega veikt í augnablikinu. Hvítur hótar því, það er auðvitað að valda það með hrók, riddari D3 tilbaka og núna riddari C4 og svartur er bara með
prýðilega stöðu og svartur stendur betur ef eitthvað er. Og við skulum sjá hvernig Kramnik fór að því að vinna þessa skák. Riddari C5. Svo, það er engin sérstaklega veikleikar í svörtu stöðunni. Þetta peð, það er bara til þess að styrkja peðastöðuna. Það er ekki auðvelt að hóta því. Þannig að þá getur svartur sjálfur skipti yfir í að fara að sækja eins og við sáum Kasparov gera áðan. H3 og G6. Mjög svipað á Kasparov gerir. Kramnik sem er drottningunni yfir á kóngsvanginn, tvöfaldar hrókan á E-línunni. Nú kom riddari F5 og riddara fórn á E3. Það er oft þannig að maður er búin að stilla öllum mönnunum sínum vel upp, þá er maður tilbúinn í lokasóknina og þá koma svona tækifæri oft á bara af sjálfu sér, má segja, þegar allir menninni standa vel. Riddari dreipur E3 og hrók dreipur E3. Svartur fær 2 peð fyrir mannin en hann alla menninni í sókn og hvítur er ekki alveg tilbúin í vörninni til að berjast við þessu. Hrókur F2 og drottning H4, hóta hróknum og hóta peðinu. Riddari dreipur D4 og þá er svartur búinn að fá 3 peð fyrir mannin og er ennþá í sókn. Hrókur F1 og riddarinn fyrir tilbaka, hótar skáka hér og svo stundum hugmyndir að fórna hérna. Þannig að hvítur ákveða að gefa skiptamun til að reyna að hægja sókninni en það duði ekki til. Hrókur E1 og hrókur E2 og eftir drottning C3 þá kom hrókur dreipur D1 sem er glæsilegur leikur, sérstaklega það sem þetta var blindskák. Ef hvítur dreipur hér þá kemur drottning F2 skák og svo drottning dreipur G2 mát. Þannig að vel útfærð sókn á Kramnik. Vonandi hjálpa þessar aðferðir til þess að bregðast við minnihlutaárásinni, vonandi hjálpar þetta ykkur þegar þið eru að tefla sjálf. Takk fyrir áhorfið.